Ja, Styrmir. Dagur í fyrsta leik á þínu fyrsta lokamóti Eurobasket 2025. Það er búin að vera í liðinu í nokkur ár núna. Hvernig ef þú leiðir með þessi gegnum svona leiðina að þessu? Hvernig hefur þetta verið? Byrjaði náttúrulega í Kosovo, Búblu, og var 19 ára þar og svo misti ég út þarna 1 ár í háskólanum, kem ég aftur inn í þetta og svona síðan að ég kom inn í þetta þá hefur stefnan alltaf verið sett á þetta mót og þá var maður bara svona, það eru 5 ár í þetta eða 4 ár, en svo náttúrulega bara þeir eru búin að sækja í marga sigra á leiðinni og svona og maður svo sem bjóst alltaf við því að komast á þetta mót þegar maður hefði svo mikla trú á strákunum. Já, það ekki búið að vera bara gefandi og gaman að fá að vera hluti af þessari upprisu landsliðsins aftur á hæsta sviði? Jú, það er geðveikt sko, bara spila náttúrulega með strákunum sem maður er búin að líta upp til sko, þegar maður var yngri. Og svo náttúrulega með yngri kynsluna með okkur líka, sem eru náttúrulega bara allir bestu vinir manns og búið að vera fáránlega skemmtilegt ævintýri sko. Ísraelarnir í fyrsta leik á morgun, nú er þetta að spila, hefur spilað á móti einhverjum af þessum gæðum áður? Já, ég fékk að dekka Deni Avdija þegar ég var í U18. Já. Þannig að ég tekið 8 skot í leiknum og skorað 28 stig úr þeim, en svo náttúrulega unnið þá í Ungverjalandi fyrir 2 árum, en þá voru að vísu ekki með hann. En ég sé bara stórt tækifæri til að sækja sigur í fyrsta leik. Sækja sigur, það er kannski svona það sem hefur vantað á þessum lokamótum. Það þarf alltaf að stilla væntingum í hóf einhvern veginn og auðvitað á alltaf að sækja sigur og hitt og þetta. Hvernig líst þér á þetta lið farandinn í þetta mót? Bara mjög vel, ég held að þetta sé mjög talenterað lið og við erum náttúrulega með mjög mörg vopn í sókn og við þurfum bara að spila hörku vörn og eins og þjálfarinn er búinn að segja, bara skilja allt eftir á gólfinu til þess að sigra þessi leik. Kærar þakkir Styrmir og gangi ykkur vel á morgun. Takk fyrir það.